að biðja borgarfulltrúa að ganga inn í sal borgarstjórnar. Takk fyrir. Þá það lagt til að ársreikningi Reykjavíkurborgar fyrir árið 2012 sé vísað til síðari umræðu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Einhver á móti. Það telst því samþykkt. Við förum þá í annan dagskrárlið og leggjum fram tillögu borgarstjóra um að veita Orkuveitu Reykjavíkur heimild til að gera tvíþættan samning við alþjóðlega fjárfestingabankann Goldman Sachs. Og þá tekur borgarstjóri fyrstur til máls. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú að lesa hér tillögu og greinargerðina sem með henni fylgir til útskýringar. En lagt til að Orkuveitu Reykjavíkur verði heimilt að gera tvíþættan samning við alþjóðlega fjárfestingabankann Goldman Sachs sem annars vegar felur í sér 25 milljóna bandaríkjadollara lán til 18 mánaða og hins vegar heimild til að gera við sama banka vaxtaskiptasamninga í mismunandi erlendum myntum að andvirði allt að 500 milljónir evra til 56 mánaða. Og með tillögunni greinargerð sem ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Eins og fram kemur í ársreikningi OR lausafjárstaðan veik sem sést best af lágu veltufjár hlutfalli. Þá eru tekjur í erlendum gjaldeyri lágar í samanburði við greiðsluskuldbindingar sem eru af stærðargráðu sem stuðlar að veikingu krónunnar að öðru jöfnu. Í síðustu greiningu og ábendingu Moody's bent á þennan veikleika og með lánasamningum lausafjárstaða OR styrkt verulega og með því að lántakan í erlendum gjaldmiðli léttir á áhrifum afborgana á íslenskum gjaldeyrismarkaði. Hinn ábending Moody's varðar mikilvægi þess að OR verji sig betur gagnvart ytri sveiflum í álverði, vöxtum og gengi. Með ofangreindum heimildum til vaxtaskiptasamninga gefst OR tækifæri til að bæta umtalsvert áhættuvarnir vegna breytilegra vaxta og myndu samningar þá að því gerðu ná til tæplega helminga lána OR á breytilegum vöxtum. Í aðgerðaáætlun OR og eigenda var í forsetum gert ráð fyrir að breytilegir vextir á lánum OR yrðu í samræmi við framvirka vaxtaferla eins og staðan var í febrúar 2011 á fjármálamörkuðum yfir tímabilið frá 2011 til 2016. Samkvæmt því var gert ráð fyrir að breytilegir vextir myndu ríflega þrefaldast fram til ársloka 2016. Samdráttur í heimsbúskapnum hefur hins vegar leitt til þess að breytilegir vextir eru nú sögulega mjög lágir. Áhrif þess að festa vexti í fyrrgreindum samningi felur í sér að vaxtagjöld fram til ársloka 2016 verða rúmlega 4 milljörðum króna lægri en forsendur plansins gerðu ráð fyrir og 7 milljörðum króna lægri yfir samningstímabilið sem til ársloka 2018. Og þess má geta að fjármálaskrifstofa hefur rýnt lánaskilmálana og mælir með því að erindið verið samþykkt. Borgarráði hafa verið kynntir allir lánaskilmálar og umsögn fjármálaskrifstofu og óskar ekki eftir ábyrgð eigenda vegna lántökunnar enda hafa Goldman Sachs ekki farið fram á það og það sýnir að umbætur í rekstri og framleið OR að skapa að nýju möguleika fyrirtækisins til þess að afla sjálflána á eigin forsendum og það svo mæltu leggja til að hann verði samþykkt. Takk. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið. Við berum tillöguna upp. Mig langar til að biðja borgarfulltrúa að ganga inn í sal borgarstjórnar.
Við þá berum tillögu borgarstjóra upp að veita Orkuveitu Reykjavíkur heimild til að gera tvíþættan samning við alþjóðlega fjárfestingabanka Goldman Sachs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það viljagjafamerki. Einhver á móti. Það telst því samþykkt með 10 atkvæðum gegn 5 hjásetum. Þá liggur ekki fleira fyrir og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa boðað bókun undir 1. dagskrárlið, ekki satt? Hún er ekki alveg tilbúin, við bíðum nægan tíma, við getum fundur búin, jú. Alveg sjálfsagt. Forseti gerir stutt fundarhlé meðan við bíðum eftir bókun.